Heyrist í mér? Kæru áhorfendur, verið velkomin með okkur til leiks á Nettovöllin í Keflavík. Við erum að fara í leik sem á að vera í Þetta er ykkur umferð, ég man ekki alveg hvað umferð þetta er en til leiks eru að koma leikur Keflavíkur og Þróttar. Þessi leikur er mjög mikilvægur fyrir okkur upp á framhaldið. Sem sagt, ef Keflavík vinnur þennan leik þá fara þeir á toppinn. Ef Fram vinnur ekki Grindavík. En það hefur verið síðasti leikur Keflavíkur að endaði 1-1 á móti Fram en Sindri Kristinn er kominn í markið aftur og Anton Freyr ég fer bara yfir byrjunarliðið hérna. Það er nummer 1 Sindri Kristinn Ólafsson í markinu, Anton Freyr Hauks nummer 2, Iannaccio Heras Anglada er nummer 4, Davíð Snær Jóhannsson nummer 7, nummer 9 er Adam Árni Róbertsson, 16 Sindri Þór Guðmundsson, nummer 23 Jósef Arthur Gibbs, nummer 24 Rúnar Þór Sigurgeirsson, nummer 25 er Frans Elvarsson, hann er fyrirliði liðsins, nummer 28 er Ingimundur Aron Guðnason og nummer 99 Kian Paul Williams. Byrjunarlið Þróttara er nummer 1 Franko Lajic í markinu, 5 Atli Geir Gunnarsson, nummer 7 Daði Bergsson fyrirliði, nummer 10 Magnús Pétur Bjarnason, nummer 15 Gunnlaugur Hlynur Birgisson, nummer 17 Baldur Hannes Stefansson, nummer 18 Tyler Brown, nummer 20 Jordi Panic, nummer 22 Oliver Heiðarsson, nummer 23 er Guðmundur Friðriksson og nummer 33 er Hafþór Pétursson. Og þjálfarar Keflavíkur eru Eysteinn Húni Hauksson og Sigurður Arnar Eyjólfsson og þjálfari Þróttar er skráður Serdan Rajkovic en Jóhann Gunnar Baldvinsson er aðalþjálfari liðsins að hann er skráður aðstoðarþjálfari en hvernig sem það er. En Keflavík mun leika í átt að Blúhöllinni og Þróttarar í átt að Hringbraut. En leikurinn farin af stað og Keflvíkingar byrja með boltann dökkbláir að vanda og Þróttarar eru röndóttir eins og alltaf. En þá byrja Keflvíkingarna, þá kemur Frans. Hann finnur Anton og hvað gerir Anton? Hann reynir að finna Adam Árna en Þróttarar komið sér í innkast. Það er nú byrjað að rigna hérna á þessum fína mánudegi en þá kemur Fransi, hvað gerir hann? Greinilegt að Sindri hefur jafnað sig að meiðslunum sem hann var fyrir síðasta leik, hann þurfti að fara út af. Og jákvæmt að þessi geggjaði leikmaður kominn aftur. En Þröstur Ingi kom inn í hans stað og stóð sig bara með príði í síðustu hálftímann á leiknum. En það hefur margt gerst síðan síðasta leik, það var sett áhorfendabann en því að aflétt núna bara í dag þannig að það er áhorfendur á þessum leik sem er jákvæmt en þá koma Keflvíkingar en síðasti leikur þessa liða enda 4-0 fyrir Keflavík og vilja Þróttarar örugglega hefna fyrir þann en þá gefur sending fyrir markið og Þróttarar komast í boltan en Keflvíkingar fá boltan aftur en Keflvíkingar munu koma til með að vera meira með boltan í þessu leik þar sem Þróttarar hafa nú ekki staðið sig sem skildi en eru þó ávallt hættulegri þannig kemur hár bolti og það tekið með þetta boltan sending fyrir markið og Lajic mark fyrir Þróttar kemst í boltan.
Þróttarar fóru heldur seint á stað í þessu móti. Þeir unnu ekki alveg unnu ekki leik í ár samkvæmt heimildum mínum frá .net. Þeir loksins náðu að vinna leik og það var á móti afsakið, ég ekki alveg með það á hreinu en jú, þeir ég held að það verði ekki unni leik fyrir en þeir sigruðu Leikni Reykjavík. En Keflvíkingar hafa verið á hörkuflugi á þessari deild og eru sem stendur í 3. sæti en eiga þá leik inni á bæði lið sem eru fyrir ofan og geta þá verið á toppnum ef allt fer á besta vega. Þá kemur Keflvíkingar en Þróttarar komast í þetta en Ingi myndi vinna boltan, vel gert. Hann að finna yfirleitt alltaf réttu leiðina til að komast í færi en Drömmur er leyst í síðasta leiknum og kom fram og gerði það af algjör snilld. Það kemur Davíð, hvað gerir Davíð? Góður fréttir fyrir Keflavíkur þær að Adam Árni komið tilbaka eftir að hafa með beinmar og það sama hefur verið að hrjá fyrirliðan okkar Magnús Þór en hann er á bekknum og Keflvíkingar hafa staðið sig virkilega vel án stóra mann og einnig er stutt í að okkar besti maður Gunnólfur komið tilbaka en hann er á myndavélinni í dag og meðan hann jafnar sig að fullu af sínum meiðslum. En eins og ég segi, Keflvíkingar hafa verið iðnir við að koma boltar í marka andstæðingarna og hafa alveg skorað 37 mörk sem er mjög gott. Ekki annað og ekkert annað lið á Íslandi hefur gert þetta og Joe Gibson með 18 mörk og hann getur heldur betur bætt í þann fjölda hérna í dag. En það eru nokkrir frægir sem eru stuðningsmenn Þróttar. Gunni Helga, leikari og rithöfundur. Sóli Holm, grínisti. Já, Björn Hlynur líka. Hann er Hollywood-stjarna. En ef þið vitið einhverja fleiri sem eru vinsælir Þróttarar þá sendið þið bara á okkur á Keflavík TV. Og þá kemur hár bolti á Sindra Þór sem tekur á mótunum. Hvað gerir Sindri? Hann leikur á Þróttarana, hann kemur sinni teig með sendinguna fyrir markið en þetta er Þróttar að bjarga og dómari dæmir á þetta og Keflvíkingar Þróttararnir fá boltan en það er mjög gott fyrir Keflavík að fengi Sindra aftur. Hann hefur verið stórkostlegur hvað af að sömri og gerir sterkt tilkall að vera í úrvalsliði Lengjudeildarinnar þegar yfir lýkur. En Franko Lajic var markvörður Víkingar í fyrra en færði sig til Reykjavíkur í mekka fótboltans. Þá koma Þróttarar. Þeir eru hættulegir. Þróttarar hafa voru upp. Og þeir eru með skotina í þverslá. Og hvað gera Þróttarar núna? Þeir koma en sendinga þeirra rata bara Frans og takk Ísak minn, það er alltaf gaman að fá hrós. Vonandi gengur allt í haginn í Danmörku gamli og hlakka virkilega til að sjá meira af þér í framtíðinni og næstu landsleiki með U21-liðinu. Enda stórkostlegur. Þá koma Keflvíkingar. En Ian Natsjó missir hérna sendingu hans klúðra þessu hérna. Antons í innkast sem Þróttarar munu eiga en
Ég nú ekki að klúðra nafninu Anton Freyr en það mánudagur í manni. Og mánudagar sögðu leiðilegustu mánuður, mánudagar eru leiðilegustu dagar vikunar. Það gott. Sérstaklega þegar það mætti vinna en undirritaður ekki minna að vinna svo þannig að hann þarf ekki að hata mánudag. En þá koma Þróttarar. Þá koma, þetta nú bara sem Sindri tekur. En yfirmenn þessa lands hafa ekki þurft að hafa neinar áhyggjur af þinguveikindum þar sem allir skemmtistaðir eru lokaðir vegna COVID-19. Það skiptir ekki öllu máli, en þá koma Keflvíkingar. Og hann kemur Sindri, fær sendingu, hvað gerir Sindri? Hann kemur upp kantinn, sendir fyrir markið og Þróttarar skalla í horn. Þannig að vantaði bara dökkbláa hausa til að koma, dökkbláa Keflvíkingar til að koma hausnum í þetta og skalla inn í markið en Þróttarar hafa hingað til varist ágætlega og gert vel en þá kemur Rúnar og tekur þessa hornspyrnu. Og ég var alveg til í að fá mark í þetta til að halda skemmtinni gangandi en Þróttarar skalla aftur í, nei þeir skalla ekki horn en gefa Keflvíkingum innkast. Það svo horn fyrir Rúnar því að hann grípir þessu álíka langt og hann neglur þessu inn með löpunum. Þá kemur Rúnar með langt innkast og þetta fyrir henni á tegin en Lægits markvörður grípur þetta. Og hann koma Þróttarar og þeir fá missan út af og Keflvíkingar eiga innkast. Þeir nú að styttast í annan endann á þessu Íslandsmóti, það tæpur mánuður eftir. Það nú tæpur mánuður eftir þar sem margt eftir að gerast. Og það eru fleiri leikir í dag í Lengju og Pepsi-deild. Það ÍA Grótta nú farin af stað og Breiðablik mætir KR í kvöld. Stjarnan mætir Val, Fylkir mætir FH og Víkingur Reykjavík mætir HK. Þannig að það bara 2 leikir enn í dag og jú, Eyjamenn eru að spila líka í Vestmannaeyjum og eru komnir 1-0 yfir á móti Þór. Og en Keflvíkingarnir hafa nú Nei, ég vil eiginlega leiðrétta sjálfa mig. Það fyrsti sigur Þróttara var á móti Víking Ó. Þó vissulega hafði sigrað Leikni 2 umferðir síðar en Keflvíkingar hafa, já ég hef ekki tölu á því hversu oft þeir eru búin að vinna í sumar. Næstu leikir Keflavíkur eru á móti Vestra úti 27. september, 29. september koma í Eyjamenn í heimsókn. Svo fáum við Leikni Fáskrúðsfjörð heim, Fram úti og Grindavík heima áður við mætum Magna og leikurinn á móti Grindavíkur sem sagt leikurinn sem Keflavíkur til góða og einnig viljum við minna á það að við erum með lifandi stigatöflu inn á keflavíktv.is en ég með þær fréttir úr Eyjum að Þór Akureyri var að jafna. Þannig að það ekkert nema spennandi tíma framöndan en einnig vil ég gefa það íslenskur strákur kominn í markið hjá Arsenal eða hann verður reyndar annar markvörður og Rúnar Aris Rúnarsson sem uppalinn í Vesturbænum kominn í
kominn í Arsenal, þannig að það eru stórar fréttir fyrir íslenskan fótbolta. En Sindri sparkar frá og við skulum nú hægt að tala eitthvað sem skiptir ekki miklu máli og fara bara aftur í leikinn. En Keflvíkingarnir eru hérna með boltann og það kemur Kían. Hvað gerir Kían? Hann heldur áfram og finnur Rúnar. Rúnar leggur á stað upp kantinn en Þróttararnir komast fyrir boltann og Keflvíkingarnir reyna að vinna hann en náði reyndar ekki en þóttu þessi nálægt í. Og Sindri Þórinn eldir þessi boltann og passar að fara ekki út af og hann því og sendir á Anton. Og þá koma Þróttarar. Þeir halda boltanum inna og þótt að Keflvíkingarnir hafi viljað fá innkast en það skiptir ekki öllu máli þar sem boltinn kominn í lappir Keflavíkur. Það kemur Ingimundur. Hann heldur boltanum, vel gert, nei, hann missir hann en fínn sprettur hjá Ingimundi sem kemur. Þá koma Þróttarar og þeir eru með sendinguna en hún á löng og fer aftur fyrir endamörk og Keflvíkingarnir eiga hérna útspark. Þá koma Keflvíkingar hafa verið mjög sóttjarfir í sumar á þessu skrýtnum tímum. Og þá koma Keflvíkingar hérna. Og þeir koma hérna, gerir Davíð. Davíð ætlar bara að fara allir sjálfur. Davíð með skotið eða Franko Lajc beint á hann og hann grípur þetta en hefði hann geta skotið aðeins fastar og komið Lajc í einhver vandræði en þetta var mjög jákvæð og áreiðanleg sókn. Gaman að sjá hvað eru margir Keflvíkingar mættir í stúkuna og smá Þróttur mætt en þetta kannski ekki á bestu tímum fyrir vinnandi fólk. En væntanlega út af því að það ekki flóðljósa vellurinn til að hægt sé að spila í viðrandi birtum, þannig að þess vegna leikinn svona snemma. Þá kemur sér einhverju markið og það dreif nú ekki alla leið eins og maður hefði viljað en Keflvíkingar eða Þróttur eiga innkast. En næsta sumar verður mjög gott sumar ef að Keflavík verður uppi því að það byrja tímabilið vonandi á réttum tíma. Þá koma Keflvíkingar og koma hérna upp vænginn nær stúkunni en Þróttarar liggja vel tilbaka og Rúnar fær nær sendingu við markið og skotið og fyrsta markið komið! Keflavík komið yfir og það ekki Joey Gibbs, þessi mikli markahrókur. Hann hatar ekki að leggja boltann í netið og Keflvíkingar komnir yfir. Jákvætt eftir 16 mínútna leik. Og mér sýnist Joey Gibbs á koma honum í línuna. Mark Keflavíkur skoraði leikmaður 23, Joey Gibbs. Hann með sitt 19. mark á tímabilinu. Ef hann væri í Pepsi Max-deildinni þá væri hann búinn að slá markametið. Eins og ég hef sagt alltaf í mínum útsendingum, Gary Martin hvað. Það Joey Gibbs sem aðalmaðurinn á í þessari deild. Og ef Eyjamenn fara ekki upp þá mun Gary Martin leita sér nýju liði. Því þjónusta hans, hann ekki þessi típiski framherji sem vinnur fyrir liðið svo Joey Gibbs. Þá koma Þróttarar í álíklega sókn en Sindri Kristinn Ólafsson sannarlega vel vakandi
og grípur inn í á þeir en Þróttarar geta gert eitthvað. Þá kom Keflvíkingar en Þróttarar komast í þetta og komast fram með Keflvíkingarnir strax komnir í þetta og Nacho með sendinguna á Kían en Kían fyrir innan og Keflvíkingarnir eru sem ég segi eins og raketta þegar þeir komast inn á vallahelming andstæðingsins og hika ekki við að keyra yfir þá. Það með að segja að sóknar tilbyrð Keflavíkur minnir á Lamborghini á meðan hinir eru bara á einhverjum Volkswagen Golf-bifreiðum upp hjá andstæðingunum og ekkert að verjast þeim. Það er allt við þetta Keflavíkurlið sem er jákvætt. Og eins og þegar Keflavíkur missti Adam Ægi Pálsson yfir til Víkinga þá stigu bara aðrir upp og hafa haldið þessari rakettu sýningu Keflavíkur áfram. Og þegar toppsætið ef Keflavíkur vinnur deildina þá verður þessa innkast lengjudeild þá verður sko læti. Og aldrei að vita að Valdimar okkar maður komi og spili lagið á lokahófi. Þar sé ef að þrennan í sóttvarnaaðgerðum Íslendinga gefur leyfi á eitthvað gott lokahóf. Bara bjóða þeim og það var nóg spritti til að spritta sem er ekki að drekka. Þá koma útsparkið en Keflvíkingarnir vinna þetta. Þróttarar aðgangsharðir en þeir komast í sókn að gera það núna en komast ekki við bolta nær markinu þar sem Keflvíkingarnir eru fyrir. Og þá leggur Lamborghini bifreiðin okkar upp í sókn. Farar að sér hægt til að byrja með. Þá kemur Sindri á hvínandi siglingu. Heldur boltanum inn á en Þróttarar hefta för hans. Það er dálítið rok hérna. Keflvíkingarnir eru nú vanir að spila í roki. Þá koma Keflvíkingar aftur. Sindri kemur utan á en hann nýtar hann ekki. Það gerir Ingimundur í skoti en Franko Lajic er ekki neinu vandræðum með þetta og grípur þetta örugglega en fín sókn. Þá koma Þróttarar en þeir eru ekki að spila vel á móti með vindinum. Þá koma Þróttarar en Keflvíkingar menn ég en Þróttarar koma sér boltan. Og þá koma Þróttarar en það er brotið á þeim og Guðmundur Ársæll. Jú, ég ætti nú að lesa dómarna en Guðmundur Ársæll og aðaldómar á Birkir Sigurðsson og Smári Stefánsson eru aðstæðdómarar. En eins og í síðasta leik þá var dómar á vellinum en það kannski vegna stærðar leikjarins. En Þróttarar stilla sér upp fyrir auðvitað vítateginn. Þá koma þeir með sendinguna en Keflvíkingarnir hreinsa frá. Og hérna með skot sem fer í Keflvíkinga. Þróttarar ennþá með boltan og senda hann inn í teginn en það er enginn. Þá koma Keflvíkingar í sókn og hann kemur hár bolti sem er ætlaður Adam Árna en hann er ekki að taka með undan boltanum. Eins og ég segi, Keflvíkingarnir kunna vel að spila með vindi eða móti vindi. Það er eins og þeir hafi keypt fullt af vindvélum inn í Reykjanesvöllina á veturna til að æfa spil móti vindi.
hefur aldrei brugðist. Þá koma Þróttarar hérna. Þá koma Keflvíkingar, hvað gerist núna? Og Adam Árni að tvöfalda forskotið! Adam Árni kominn aftur og stimplar sig þokkalega vel inn í þetta. 2-0! Joey Gibbs ekkert að stressa sig á 20. markinu sínu og leggur hann bara upp. Sannur liðsmaður! Það má eiginlega segja það sem svo að Joey Gibbs vinnur, hann liðsmaður og ekkert eigingjarn á að hann ekkert óeigingjarn leikmaður, hann hjálpar liðinu og hefur sagt í viðtölum að hann sé bara til að hjálpa liðinu og hann er saman hvað hann skoði mörg mörg, en auðvitað setur hann boltan í neti þegar hann sér betur tækja fyrir aðra og hann er ekki óeigingjarn, en Keflvíkingar komnir í 2-0 og það er bara rosalega þægilegt. Þá koma Keflvíkingar. Þeir eru í markahamina. Bara að testa hvort ég hafi verið með rétta tölu. Joey Gibbs kom með 19 mörk. Og þá kemur Adam Árni! Hvað gerir hann? Hann stöðvaður og Þróttar að fá aukaspyrnu. En það er ekkert við því að segja. En Greta Keflavíkur til að skora mörk rosalega mikil. Og margir Keflvíkingar sem hafa gaman af, eða margir í bæjarfélaginu sem standa við bak við liðinu og hafa gert það að bríða á stríði. Súrt og sætt. Það koma Þróttarar. Þeir reyna að finna glufur en finna hann ekki á Keflvíkingar. Já, það er einhver sem situr í grasinu. Nei, hann bara smá slíkur, en það er ekkert eitthvað sem Keflvíkingar að stressa sig á. Þeir fá aukaspyrnu og Þróttarar komast inn í þetta og Sindri Kristinn fórnar sér fyrir málstaðinn og við skulum vona að hann sé ekki alvarlega meiddur. Hann þetta staðinn upp og ég að segja ykkur að Sindri Kristinn myndi henda sér veg fyrir járnbrautarlest ef það myndi hjálpa Keflavíkur eitthvað á innanvellinum. Þvílíkur maður. Það er drengur sem brennir og blæðir fyrir merkið. Álfur drengur. Alltaf síkveitandi og hann kemur hann með útsparkið og horfir eftir boltanum. Það verður gott fyrir Keflavík að spila með vindi því að það er eiginlega bara morgunljóst að þá á maður bara að láta vaða á markið. Þróttar hafa ekki verið að gera það hingað til, en þá kom maður með skot, en Keflvíkingar komið sér fyrir þetta og Rúnar pikkar hann aftur í Keflvíkingar, en Þróttar að vinna bolta strax og reyna aftur skot sem Keflvíkingar ná og Keflvíkingar geisa sinna fram. Þá kemur Adam heftaður, hann heftaði hans för og hann fær aukaspyrnu. Þróttar að stöðu þessa skyndisókn og gerði það bara eins snirtilega hægt er. Þá
koma Keflvíkingar og Davíð Snær, en hann ekki valda boltanum og senda hann tilbaka á Ingimund sem finnur Sindra Þór. Sindri Þór með sendinguna fyrir markið. Þar Joey Gibbs sýnir sem hann tekur með boltanum og skoti sem fyrir beint á Franko Lajic sem hefur nú gripið vel inn í fyrir utan þessi 2 mörk sem hafa komið, en það er nú ekki hægt að gera kröfur á að hann verji það. Þá kemur hann með útsparkið og boltinn fyrir langt og beint til Sindra Kristinn sem snöggra komin í leik. Þetta er kannski að útvega Þrótturum vindvél til að láta þá æfa sig að sparka með og á móti vind. Keflvíkingarnir nýtti sér líka þessar aðstæður í Vestmannaeyjum þegar þeir unnu 3-1 sigurinn sinn og gerðu það bara vel, og þannig kemur Anton kemur svo út af og Þróttarar innkast og Keflvíkingarnir komið í veg fyrir því takið það strax, en koma Þróttarar hérna. Keflvíkingarnir vinna boltan og hann reynt að brjóta á Davíð Snær sem fær aukaspyrnu, en dómarinn leikinn fljóta vel og stöðvað leið að Keflvíkingarnir voru að tapa boltanum og Keflvíkingarnir taka þetta ekki fljótt og hægt en fljótt þó. Þá koma Nacho, hann finnur Rúnar sem kemur honum áfram og þá koma Keflvíkingarna. Ingimundur finnur Davíð Snær sem snýr og hann er með sendingu, nei, og þá kemur Ingimundur með skoti og það fyrir varnarmann og Þróttarar koma þessu frá. Sóknarþungi Keflavíkur er gífurlegur hérna. Þetta er svona eiginlega eins og einhver sagði, brasilísku bílastæðafótbolti og gaman að sjá liðið mann spila svona hratt og vel að milli sín, en þá koma Anton, kemur sér tilbaka á Sindra Þór Sindra Kristinn minni ég, sem leikur á Þróttarann og sendir tilbaka á Anton. Hvað gerir Anton? Og hann neglur þessu upp í... Nei, hann neglur þessu ekkert upp í neitt, hann neglur þessu bara frá völlin. Við sýndist boltinn vera að síga upp í stúku, en allt hlut á planinu. Þá koma Keflvíkingar, en Þróttarar að komast inn í þetta. Hann sést á Sindra, hann ekki kannski alveg búinn að nefna sig. Hann teygir aftur vel á mjöðmunni sinni. Keflvíkingar og kemur Sindri inn á teiginn. Hvað gerir Sindri Þór? Hann er tekinn niður og þeir fá bara útsparkað. Það vilja allir fá horn og ég sá ekki alveg hvort að dómarinn hafði þetta rétt, en við verðum bara að vona það besta. Sindri Kristinn er eitthvað haldandi í miðjumörnum sína og við skulum vona að Sindri sé góður. Koma Keflvíkingar hérna. Það virðist þess að Sindri hafi meitt sig eitthvað þegar hann fleygði sér í Þróttarann. Þá koma Keflvíkingar. Hvað gerist núna? Davíð Snær, hvað gerir Davíð? Og Þróttarar koma þessi í horn. Sindri skokkar hérna. Ég hef nú talsverðar áhyggjur á þessu, en Sindri er hörkunagli. Og Rúnar hérna gerir sig klára með að setja boltanum upp.
þá kemur hornspinnan. Hún tekin en Keflvíkingarnir vinna, halda boltanum. Sendingu, þau vilja fá hendi en Keflvíkingarnir ennþá með boltan. Sending fyrir markið. Þetta fyrir rétt yfir markið. Skallið fyrir ofan á þverslána og mátt ekki miklu muna. Sindri hefur örugglega verið í góðri meðhöndlun. Ja, Kían tekur hana hinum með frá, hann ekki á sama stað áðan. Hornspinna fyrir markið og Rúnar með bolta, sendir hann aftur fyrir markið og Þróttur að skalla frá og rétt framhjá markinu á Keflavík og Þróttarar eiga þá útspark. Langt að sparkfralagið sem Keflvíkingarnir vinna boltan hérna. Ég fatta það að ég ákveð hvað gerir Sindri Þór Guðmundsson, hann sendir hérna en hann fer í Þróttur og hann fær hann aftur. Sindri kemur og hann reynir að fara utan á og brotið á honum og hann fær aukaspyrnu. En ég var að minna að fá það flug í hausinn að ég gleymdi að fara yfir varamannabekk-liðana. Þröstur Ingi varamarkvörður, Andri Steinn Guðmundsson, Kristoffer Páll Viðarsson, Magnús Magnússon, Dagur Ingi Valsson, Kristoffer Ingólfsson og Johnny. Og hjá Þrótturum með Sveinn Óli, Sindri Skeving, Árni Þór, Sölvi Björns, Rocco Martínez, Lárus Björn og Guðmundur Axel. Gleymið þess ekki aftur en þá koma Keflvíkingar með aukaspyrnu og sendingi fyrir markið og skallið mark! Keflavík komið 3-0 og það Kían Williams og heyri ég flaut, gamla góða flautið hjá fólkinu sem horfir úr bílunum sinum og flautar. Mér sýnist þetta að vera Kían sem var að skora þetta mark. Keflavík skorar leikmann nr. 4. Já, það Nacho Heras. Ian Nacho með, held ég þessi þriðja mark á þessu tímabili. 3-0! Allt eins á að vera. Nú verðum við vonast eftir því að Grinda gera okkur greið og taki stig eða öll 3 stigin af frömmurum. Við viljum alls ekki missa þá fram úr okkur. Ég var að fá skilaboð frá Bergþór Inga, hann vill endilega að Leonard Sig fái kveðju og hann vill sjá Ara Stein inn á og við viljum fá að sjá Ara Stein inn á í seinni hálfleik og vonandi hann fleygi inn einum fleyg í markið. Elska að sjá mörk. Kemur Keflvíkingarnir teginn og skotið hátt upp í loft og fer í innkast. Vindurinn það mikill en að boltinn bara svífur í loftinu. Gott að sjá að Goggi bróðir sé að horfa.
Hann hefur gaman að fótbolta eins og Lillebró. En þá koma Keflvíkingar aftur. Kían, hvað gerir hann með sendingunum inn á teiginn, en þetta er of hátt fyrir þá sem voru í teignum. Elska ekkert meira en að sjá, en Skagamenn eru komin yfir á myndi Gróttu, það var aldrei að fara að tapast. Já, Keflavík er búið að skora 48 mörk á þessu tímabili og gerir aðrir betur á 22 árs síðan. Þetta er magnað, þetta fótboltalið okkar, og svo það er eiginlega mikið skorað. Það er eiginlega hvað, Keflavík með 48 mörk, Leiknir 37, Fram 35, IBF 26, Þór 30, Vestlumur skorar 24, Grindavík 30, Afturelding 22. Þannig að það eru fullt af liðum sem skora vilt og galið. Og Keflavík er á toppnum með þessa staðinu núna og Fram á leik á móti Grindavík á morgun. Nei, þeir eiga leik við þá í dag. Hann er klukkan 19:15 og mega Grindvíkingar vinna heimaleik. Nei, þá kommer Keflvíkingar á teiginn og hann hrasar hérna og að pressa á boltan. Þeir vinna boltan, hvað gerist núna? Og skotið er á Lætsver. Hvað gerist? Sindri Þór, hvað gerir Sindri? Hann sendir á Frans. Fransi finnur Adam Árna sem tapar boltanum klaufalega. Nei, en hann tapar hann eitthvað satt, Keflvíkingar tapar hann satt ekki. Og það koma Rúnar, hvað gerir Rúnar? Næra sig ekki, en Fransi vinnur hann ekki. Og Þróttarar komið sér frá og Keflvíkingar hendur sér fyrir þetta og kom boltanum út fyrir. Já, Fram á Grindavík heima og vonandi að Framarar geri okkur að vona að Grindvíkingar geri okkur grunnu sínum greiða. Sindri tekur innkastið og Ingimundur biður hann og fær hann strax. Hann sendir hann aftur á Sindra sem sendi, menn ekki góð sendingu, en Anton Freyr les aðstæður vel en Þróttarar komast inn í þetta á lokum. Hvað gerist núna? Þá komum við með sendingu fyrir markið eða fá hornspyrnu. En eins og ég segi, Keflavík á fullt af mönnum inn í hérna á bekknum sem geta komið inn og gert usla. En þá koma Þróttarar, hvað gera þeir? Og þá kemur sendingi fyrir markið og þeir koma aftur, hvað gera það núna? Keflvíkingarnir eru fyrir eins og alltaf. Keflvíkingarnir verja sem lið, sækja sem lið og það er bara, sko orða þannig, það er ekkert fallegra en Keflavík á einhverjum ofurkrafti og koma hérna og það er brotið, en Keflvíkingar fá hornspyrnu. Nei, þeir ekki alveg að skilja þetta. Mér sýndi svona að Keflavík eiga að fá opn, en það er bara markspyrna. Mér sýnist að bæta þessi Þróttararnir upp í stúku, en Keflvíkingarnir eru nú töluvert fjölmennari og það er alveg stutt vel við liðið. Og sögðu þjálfara Keflavíkur að þeir hafa stutt liðið í jafntefli á móti Fram. Þessi liðið var ekki alveg að spila á sínu besta degi, en ég segi, stuðningsmennin geta verið okkar 12. maður og er mjög mikilvægt að fá stuðning
Ákoma Þróttarar, hvað gera hann núna? Og hann er skoti og það er langt. Hann fer hátt yfir og eiginlega ógnaði aldrei Sindra Kristinn að okkur viti. Og Þróttarar eru fannir að fara aðeins fram til að pressa manni með boltan. Að pressa hennar boltamannin, þannig að hann Sindri væntanlega bara sparka langt frá. Sindri leitar að möguleikum, hvað er best að gera. Og að sparka langt og svo deyr bolti við miðlínuna og Þróttarar vinna hann ekki, þá kemur Joey Gibson að senda hann að Kían og Joey fær hann aftur. Það kemur Davíð Snær, hvað gerir Davíð? Finnur Adam en Þróttarar að komast í boltan en þá koma kemmingar aftur bara. Sindri Þór, hvað gerir Sindri? Það kemur hann á teigi, sendir fyrir markið. Skallið á Gibson, þetta er í öruggum höndum. Franco í markið Þróttar. Joey Gibson með 19 mörk skoruð og næsti maður er Alvaro hjá Þór með 12 mörk og Joey Gibson bara eins og Norður Írar sungu á EM 2016, Will Griggs on fire, en það má alveg segja að Joey Gibson is on fire. Og vörnir hræðist hann ógulega en Þróttararnir ná ekki að halda boltanum inn á í sínu uppspili og hafa kemmingar má vel að bara segja yfirspilað gestina úr Laugardalnum. Þá koma kemmingarnir með sendingu Sindri nær honum. Þá kemur Joey Gibson, finnur Fransa. Frans hefur verið fyrirliði Keflavíkur í leikjunum sem Magnús hefur misst af og Sindri Kristinn fyrirliði í þeim leikjum sem Frans hefur misst af. Franco Laitz er skráður Íslendingur en ég er ekki alveg með á tæru hvar hann er uppalinn. Þá koma kemmingar með sína hotspinnu. Ég er ekki alveg á því hvað númerun er en ég fer yfir þetta allt í hálfleiknum og finn út. Þá koma kemmingarnir með hotspinnu en hún er hreins burt á Þrótturum sem kom honum vel ekki langt. Eiginlega bara út af og kemmingarnir innkast og halda pressinu gangandi. En þá hefur Guðmundur Ársæll bara fengið nóg á fyrri hálfleik og flauta til hálfleiks. Við tökum okkur kortins pásu og komum tilbaka galvaskir með sinn hálfleikinn og vonandi fleiri mörk og vonandi að Sindri Kristinn getur haldið áfram leik. Því hann er ekki alveg, gengur ekki alveg heitt í skóar. Komum eftir korter.
Jæja, við erum komnir aftur og nú snýst þetta við. Keflavík leikur með vindi og Þróttarar leika með vindi í átt að Hringbraut og Þróttarar leika í átt að Blue höllinni og nú væri ég til að sjá fleiri mörk. Jæja, þá byrja Þróttarar með boltan og Keflvíkingarnir hlaupa í átt að Þrótturunum að reyna að rífa um boltan. En Eyjamennir voru komnir yfir í þessu töluðum í leiknum á móti Þór. Þetta skoru markið rétt fyrir lögsana. Þau voru yfir en þá koma Þróttarar og þá spyrnunar hjá Lajic ekki lengur góðar fram völlin. Þær eru þá orðnar loftboltar. Þá koma Þróttarar. Nei, Keflvíkingarnir vinna á hann boltan en Þróttarar koma síðan en þá koma Keflvíkingar leiki átt af vindinu. Gróttu getur tvöfalda breytingu. Undan var leikmann 18, Kylo Brown, leikmann 20, Georgi Kanic, undan kemur leikmann 9, Esaúl Martínez, leikmann 24, Guðmundur Axel. Já, Þróttarar gerir tvöfalda breytingu og þegar við vantilega heyrt að hverjir þeir sem fór út af og hverjir sem kom inn á hana. En Kian fær hérna aukaspinnu sem hann fristar að dundra inn á völlin. Ja, það verið að þjálfari Þróttar benti á dómaranum á að Kian hefði alltaf að stela einhverjum metrum en hann færði bara boltan aftur fyrir sig og þá koma Keflvíkingar. Hvað gerir sérna? Davíð! Hvað gerir Davíð? Hann þarf að hörfa tilbaka og snýr svo og setur til fyrir markið og Adam, hvað gerir Adam? Hann hérna en Þróttarar að komast fyrir þetta en Keflvíkingarnir vinnur þetta strax og Þróttarar með boltan og ná að hreinsa í innkast. Nei, það ekkert innkast hérna. Keflvíkingarnir vinna boltan af þeim. Þá kemur Kian, Rúnar kemur utan á en þá allir mér úr þessu. Frans kemur í og hjálpar en Keflvíkingarnir halda boltanum. Þá kemur Anton Freyr og Sindri býður sig og fær sendingu. Þröstur Ingi heldur á sig hita ef okkar maður nær ekki að halda leik áfram. En þá koma Þróttarar. Ná þeir að svara fyrir sig en svarið er nei. Ná því ekki núna en þá innkast. Þróttarar mæta nú töluvert grimmari. Nei, þeir ekkert. Þeir fá hérna á sig aukaspinnu og Keflvíkingarnir komnir hérna strax. Rúnar strax í hjálpina og kemur Rúnar og sendingar fyrir markið og Adam Árni rétt yfir markið. Hann neglir hann í jörðina og rétt yfir þverstafna og hann virðist lendi ekkert allt of vel en hann hristir þetta á sig kappinn. Og Joey Gibbs Lajic svona platar hann svona þess að hann ætlaði að senda hann. Og hún sparkar Lajic fyrir eiginlega bara í varnamannabekk Þróttar. Og hann tekur langt innkast en það skallaði burt á Þróttar og beint á Kian sem finnur Rúnar og hann finnur Kian strax og Þróttarar koma í veg fyrir Kian og vinna boltan en sending Þróttarar var ónákvæm og beint á Fransa. Iheanacho vel saumaður og með bindið hálsinn til að vernda saumuna. Þetta brotið sem hann fekk á sig í Eyjum. Þá koma Keflvíkingar hérna, eða Þróttarar komu hérna en
Keflvíkingarnir fá bolta strax. Það kemur Nacho sendur á Fransa sem eiginlega bara þriðji maður í vörn þegar koma andstæðingarnir kemur ákveðin og þá koma Kia með skotið, það fer í varnarmann og út úr teignum og Keflvíkingarnir halda boltanum inn og Nacho kemur á Rúnar. Það gerir Rúnar, kemur með sendingunum fyrir markið og hann er hreinsað frá þannig að Gibbs komur ekki í skotfæri en hann sendir tilbaka á Fransa. Sendur á Ingimund sem lætur vaða og það fer yfir markið. Sjálfsagt að reyna skot með vindin í bakið. En það þarf líka að kunna halda boltanum þannig að boltið fara á markið, þá getur orðið ómögulegt fyrir Lions að verja skotið. Og þá kemur markspillarna sem fyrir bara í Kian og Ingimundur fær boltan inn og sendur hann á Nacho. Hann finnur Anton og Anton finnur Davíðsnæ sem er að reyna að finna sér pláss og reynir að finna Sindra en Sindri fær. Já, hann er í innkast, hann bombar í Þróttar á út af. Þá koma Keflvíkingarna. Þá koma Keflvíkingarna. Nei, þetta er útspark sem Þróttar eiga. Keflvíkingarna fá boltan úr útsparkinu og Sindri kemur. Hann er með Þróttarinn í bakinu og hann snýr og finnur. Ég er ekki alveg að sjá að þetta er Davíðsnæður vantilega. Hann er með sendingu fyrir markið, Kia með skalla, það er varið. Vel gert og Adam með skot og það fer í Þróttara og Keflvíkingar heimta hendi víti. Hann gefur Sindri Þór en Þróttara hreinsa frá. Þarna lifðu Þróttararnir af stórskotarhríð Keflavíkur. Fyrst kom í Kia með skot og Adam fær svo boltan en Þróttarar ná að bjarga og þá kemur langt innkast á Rúnari og Þróttarar skalla frá. Frans heldur boltanum lifandi og Rúnar nær ekki að halda boltanum inn og Þróttarar fá útsparkið og sóknir rennur í sandinn. Þá koma Þróttarar með útsparkið. En boltinn deyr innan við miðlínuna eins og hefur gerst í spyrnu Sindra í fyrri hálfleik. En ef lífið er gott við mig þá munu Keflvíkingarnir yfirtaka hennar leik og sigla og sigra leikinn nokkuð þægilega. Þá koma Keflvíkingarnir eru með boltan. Kemur Nacho, hann finnur möguleika í Kian sem er góð möguleiki en Þróttararnir vinna boltan en Keflvíkingarnir vinna hann eiginlega bara strax aftur en er nú farið hressilega Ingimund og Þróttarar leggja staðinn í sókn og Nacho fylgir hann vel eftir og Sindri bjargar og Anton Freyr grípur vel inn í og Sindri grípur boltan og kemur nú strax á Rúnar. Sindri hefur gert allt sem hann hefur gert í þessum leik vel en Adam var í rangstöðunni og lætur boltan bara fara og það sem átti að flagga sér rangstaðan.
og Keflvíkingar og Þróttar að koma hérna og Þróttarinn er bara straujaður niður af Davíð og vilja nú menn fá eitthvað spjald og Davíð er kallaður til Guðmundar sem, já, hann sleppi að spjalda hann. Þetta hefði réttilega geta orðið gult en Guðmundur er í mánudagsskapi og spjaldar hann ekki. Þróttur að taka aukaspyrnu. Þróttur að fá smá stuðninguna. Þá koma Þróttara með aukaspyrnu og henni lyfti inn á teiginn en Sindri grípur þetta og Sindri rekur þetta fram og það er smá pressa á sig en eins og Sindri hefur alltaf verið í lífinu, bara hvað er pressa en Kían nær boltanum og sendir hann á Rúnar. Rúnar finnur möguleika í engum. Adam Árni var hérna eða steinsótt og Rúnar pressar vel og Fransi, hvað gerir Fransi, hann vinnur, þeir vinna boltan á samlingu, hann og Rúnar af Þróttarunum. Nacho hérna, Rúnar gargar á Nacho og fær boltan frá honum og Rúnar reynir að senda Kían, jú, hann gengur, Kían aftur á Rúnar, Rúnar kemur á teiginn og er heff og hans fyrir er lokið hérna og það kemur Fransi, vinnur boltan og Nacho grimmur kemur kantinn og vinnur boltan á Þrótturunum. Davíð finnur enga möguleika nema í Fransa sem finnur hann í Rúnari. Rúnar heldur boltanum með sendinguna fyrir markið en hún fyrir Þróttara og Keflvíkingar vinna hornspyrnu. Það er ennþá bara sama staða í leikjunum, það er IA 1 og Grótta 0 og IBF 2 og Þór 2 en það er að koma sendingu frá Keflvíkingunum og Keflvíkingar fá aðra hornspyrnu. Segja sé eiginlega ekkert í gangi hérna en ef að Keflvíkingarnir bara halda boltanum og þá koma Keflvíkingar með sendinguna fyrir markið en Lights þarf að slá yfir þar sem boltinn sveifir með vindinum. Þá kemur sending aftur hornspyrnan og Lights þarf aftur að slá hann yfir markið. Ef að segja allt eða þrennt og Rúnar situr hann bara úr næstu hornspyrnu. Rúnar gæti bara eitt leikni meila við þetta, senda hann og láta Lights slá hann út af. Það kemur Rúnar með hornspyrnuna og þetta er skallað frá og já, þetta er fjórða hornspyrna sem Rúnar tekur hérna. Og þá kemur hornspyrna nummer 4 í röð og Rúnar með hornspyrnuna og skallið! Hann er inni! Keflavík er komið í 4-0 og mér sýnist Gibsarinn vera að henda í 20. mark sitt á tímabilinu og fjórða hornspyrnan skilar marki. Ég eiginlega bara vorkenni Lights að þurfa að standa í þessu. Og Gibbs með annar mark sitt. Mark Keflavíkur skorar leikmanninn 23, Joey Gibbs. Joey Gibbs með 20. mark sitt á tímabilinu. Ég get svo svarið að það hefur aldrei gerst áður að 20 mörk hafa komið frá og það eru ennþá 5 leikir eftir á þessu tímabili og Gibsar gæti þess vegna hendi 30 ef hann bara langaði til þess.
og það verður örugglega mjög erfitt fyrir Pepsi-liðin að stöðva hann. Þá koma Keflvíkingar, það brota á Ingimundi og hann fær aukaspyrnu. Jæja, Guðmundur Ársæll með allt sitt á hreinu. Má eiginlega segja samstæð Eysteinsson Húna og Sigga Ragga hafi gengið fullkomlega eftir. Og þá kemur, ég sýnist Rúnar alltaf taka þessa aukaspyrnu. Og ef ég væri Rúnar þá myndi ég bara láta vaða. Sakar ekki. Negla bara á markið og ef það fyrir inn þá Rúnar bara, já, með þetta. Og ekki með Rúnar með aukaspyrnuna. Hann neglir á markið þessi banum og rétt yfir markið. Sjálfsagt að reyna þetta. Það má eiginlega segja þessi leikur sem gott sem búinn fyrir Þróttara. Ég sé þó ekki koma tilbaka eftir þetta. Og þá koma Þróttarar hérna. Boltinn bara hjá Keflvíkingum og Anton Freyr gerir syndir þann greiðan ef hann komið með boltann í fyrri hálfleik. Í leiknum. Já. Þá koma Keflvíkingar og það er brotið. Það komið pirringur í Þróttarana og fyrsta spjaldið komið í leikinn. Og það sýnist mér Rocco vera að fá það. Rocco Martínez. Einhver pirringur komin í Þróttarana. Það einhver pirringur komin í Þróttarana og þeir hérna. Þá koma Keflvíkingar. Það gerist núna með sendingu fyrir markið og það fer rétt yfir markið. Og markspyrna frá markið Þróttarana. Og það er markspyrnan. Og þá koma Þróttararnir að vinna boltan en Keflvíkingarnir fá bara innkast. Kían, það gerir Kían. Það er brotið á honum og það er dæmt á það. Og Þróttararnir eru orðnir frekar pirraðir hérna. Kían fær hérna skilabóð frá Eysteinsson Húna. Væntanlega eitthvað hvernig aukaspyrnan á að vera framkvæmd. Það Rúnar kemur hérna og hann og Kían fara yfir þetta sjálfur. Og Rúnar er eitthvað að gefa honum og kemur Kían með aukaspyrnuna og hún siglir fram hjá pakkanum og fer bara aftur fyrir og ekki alveg það sem hann ætlaði sér en Keflvíkingarnir halda áfram að pressa. Þeir hætta aldrei þetta öfluga lið okkar. Þróttar að fá boltann hérna og Rocco en hann má ekki við miklu þegar og Fransi fær eitthvað sem að högga en þegar þú erum 30 þá harkar þetta bara að þér. Þannig er brotið aftur og Daði Bergsson fyrir í þótt að gera það. Þá koma Keflvíkingarnir hérna. Anton fær boltan. Fransi með honum í vörninni og þá koma Keflvíkingarnir bara og hann reynir að finna hann finnir Anton sem kemur dálítið fram ofalega og hann finnur Davíð og hann finnur Sindra. Nei, Davíð er alltaf með boltan, sendir hann fyrir markið.
og Adam Árni hann hitt hann ekki á skotið og Franko Leðarsver og hann brotið og hann dæmir vítaspyrnu. Hann dæmir víti og ég ætla bara að taka fram að ég var til að sjá Joey Gibbs fá Joey Gibbs tekur þetta og getur fullkomna þrennuna og sett sér 21. mark á. Og Ian Nacho fær sér að drekka hana frá Ómari þjálfara og Joey Gibbs getur sett sína aðra þrennu á tímabilinu og eiginlega bara fullkomnað sinn leik og Joey Gibbs lætur Lions verja frá sér. Pressan þrennuna var of mikil en Lions gerir bara vel og vel þetta. Lions er bara besti maður Þróttara í þessum leik. En allt í lagi en þá er Dagur Ingi Valsson að gefa sig klár að koma inn á og Þróttur að fá aukaspyrnu. En Dagur Ingi var þetta ekki með í síðasta leik. Það verður eitthvað meiðsli að hrjá hann eða eitthvað en þá koma Þróttarar með aukaspyrnuna sína en það fer bara ég myndi minna á að það er ennþá 24 mínútur góður eftir á leiknum og Joey Gibbs hefur alveg nóga tíma til að henda í þrennuna sína. Það er ekki að tvöfalda skiptingu enn að þeirri spila keppningunum og það er þá leikmaður númer 14 Dagur Ingi og ég sé ekki hver annar maðurinn er en Dagur Ingi kom fyrir tímabili í fyrra frá leikni Fáskrúðsfirði þar sem hann er fæddur uppalinn og þá mér sýnist Magnús Þór Magnússon fara að spila sér fyrsta leik á tímabilinu. Já, Magnús fyrirliði sem kemur inn á og það er bara ekkert nema jákvætt að sjá þann mikla meistara koma aftur inn á völlinn. Og mér sýnist Dagur Magnús að koma inn á og mér sýnist á skiltinu að Frans Elvars er að koma út af og ég sé ekki alveg hver er hinn maður sem fer út af. En Dagur Ingi getur svo sannarlega skorað og Magnús fær þá greinilega bara væntanlega fyrirlapandið. En þá getur Magnús að koma inn á bara fyrir Anton eða Ian Nacho myndi ég halda. Það hvíla menn fyrir næstu leiki. Næsti leikur Keflavíkur er fyrir vestan á þeir spila á Ísafirði næst móti sterku liði vestra og svo er það IBVF heima og Leiknir Fáskrúðsfjörður heima áður en við mætum Frömmurum úti og fáum síðan þannig að gerir Rúnar smá mistök og hvað gera Þróttar úr þessu og þeir eru með skot en Keflvíkingarnir henda sig fyrir þetta og þá gera Þróttar að mér sýnir skiptingu líka og Keflvíkingarnir koma. Það er brotið á en þá koma Keflvíkingarnir, hvað gera það núna og þannig að henda eftir Þróttarinn niður líka en Adam Árni kemur í pressuna en ekkert kemur úr þessu og Keflvíkingarnir fá innkast og þá gerir
þá vilja Keflvíkingarnir að það sé dóm að þá koma skiptingarnar. Dagur og Maggi að koma inn á og sýnist það Fransi og Nacho Hera sem kom út á. Og þá kemur Magnús Þórir, Magnús Þór og þá eiginlega verður, Magnús fær fyrirlabandið sitt og það hugmynd Keflavíkur fyrir tímabilið yrði að Nacho og Maggi yrði fyrirliða, yrði miðvarparið en Anton Freyr hefur bara staðið sig með gríðarlegum sóma í Maggastað og alltaf gott að fá fyrirliðan aftur inn á völlinn og fögnum bara því hérna og Rúnar gefur þá langa innkastið sitt og Maggi mætir strax í baráttunni og Dagur líka og Rúnar fær boltann, hvað gerir Rúnar? Sendir aftur fyrir markið og hann siglir fram hjá öllum pakkanum og Lions til hornsmennina og Maggi og Cole hlaupa tilbaka. Frábært fyrir Keflavík að fá Magga aftur inn í baráttuna fyrir lokasprettin. Maggi ágætlega hávaxinn og Dagur Ingi frekar góður á boltanum og þá koma Anton Freyr með Þróttarinn í bakinu, sendur hann Rúnar og Þróttarinn dettur eiginlega bara fram fyrir sig. Koma Þróttarar aftur. Þeir hafa svona verið að hressa sig en ég sagði áðan að mér sýndist Þróttarar var ekki að skiptingu en það er engar skiptingar hérna en þá koma Keflvíkingarnir. Dagur var í byrjunarliði Keflavíkur eiginlega í 2 fyrstu leikina eftir að Adam Maggi fór en síðan held ég að hann hefði meiðst eitthvað og ekki verið með en Gibbs tekur vel á móti boltanum og það berst vel og það brota ármenna og Kia fær boltan og að mínum mati Joey Gibbs maður þessa leiks og Gibbs sendir ykkur í markið og Gibbs, hvað gerir Gibbs? Tekur með boltanum og Þróttarar komu sig í horn. Bolti út og Kian kemur með sendingu sem ekki nógu góð og hún fer aftur fyrir endamörk. En Maggi meiddist á móti Birninum í bikarnum rétt fyrir fyrsta leik og héldu allir að hann bara frá í 2-3 leiki en markspyrna og Keflvíkingarnir vinna strax. Rúnar náttúrulega bara gefur Gibbs, hvað gerir Gibbs? Hann með boltann og hann fellur. Dagur sendir tilbaka á Ingimund. Og Þróttarar að gera breytingu á liðinu sínu með leikmaður númer 8. Sölvi Björnsson. Það koma Þróttararnir og mér sýnist Keflvíkingarnir líka vera eitthvað að íhuga. Við sendum fyrir markið og Þróttararnir en
Sindri grípur þetta að fáta með öryggi og neglar honum út af Kía sem rýkur upp að brota á honum og þá dómarinn að fara að spjalda annað Þróttara. Það hefur einhver pirringur tekið sig yfir hjá gestunum. Og þá fær Leonard sína óskuffylta og kemur Ari Guðmunds inn á. Hann að gera sig kláran að koma inn á. Þróttarar eru svo að gera aðra breytingu. Það er einhver meiðsli í gangi á Þróttarunum og að taka middamann út af og vonandi að hann jafni sig fljótt. Maður óskar engum meiðsla og mér er ekki alveg að sjá hver þetta var en hann kemur leiknum með 3 út og 33 kemur út af. Hann lappar bara inn í klefa og vonandi verður hann bara í góðu lagi. Og þá koma, þá gera kemmingar 2 breytingu og það er Johnny og Ari sem kom inn á. Ari hefur einnig stað sem er mikilli prýð og þá kemur Adam Arnaldur kemur út af. Og leikmann nummer 16, Sindri Guðmundsson. Leikmann nummer 40, Sonja Jonathan. Og þeir hafa staðið sig vel. Og leikmann nummer 8, Ari Steinn Guðmundsson henni komin inn og vonandi fyrir Leonard Vinans sem er að horfa á leikinn að hann skori hérna. Það er draumi fyrir Leonard en allt góð með það og kemur Magnús Þór, hann sendir tilbaka á Anton sem er með Dag með sér. Hann kýs að nota hann ekki. Maggi sendir á Sindra sem nota Dag. Það gerir Dagur finnur Ara. Hvað gerir Ari? Hann finnur Rúnar og hann ætlaði að finna Ara aftur en sendingi var ekki alveg nógu góð hjá Rúnari og þá koma Þróttarar. Hann er ekkert að fara fram hjá hann fór ekkert fram hjá Antoni. Það er margir sem koma fram hjá honum. Það var kannski Gunnarúður bróðir hans þegar þeir að leika sig í garðinum. Sindri Þór fór eiginlega út af bara hinum og er að koma tilbaka á bekkinn og yfir staðið sig vel. Það kemur boltinn og hvað gerist núna? Gibbs! Hvað gerir Gibbs? Hann fyrir þrennunni en skýtur rétt fram hjá markinu en var sýnist mér rangstæður svo þetta hefur ekki talið en koma Þróttarar, hann er einn á móti Sindra og Þróttarar minnka muninn. Mark Þrótt skoraði leikmann 8, Sölvi Björnsson. Og Þórsarar jöfnuðu aftur á móti Eyjamönnum, þannig að
koma Gibbs aðþrengdur en Keflvíkingarnir hérna Maggi gerir aftur en þá Ingimundur nær að bjarga þessu. Þróttarar aðeins farin að minna á sig hérna. Þá koma þeir aftur og með segjum fyrir markið en þetta fyrir að bara út af og það eiginlega bara kemur haglinn hérna. Það kemur haglinn hérna bara og veturinn eiginlega bara farin að láta á sig sjá. Sem vilja þýði það hefur eiginlega bara jájá, það ekkert að láta undan haglilegina. Þessi betur fyrir eiginlega vindurinn ekki á okkur hérna. Þá ég eins og snjómaður nóguleg hérna. Þá koma Þróttarar. Þeir finna engan og þá eiginlega koma hérna með sendinguna fyrir markið en ekkert verður úr því og boltinn eiginlega bara í innkasti. Það gera Þróttarar núna með sendinguna fyrir markið en Keflvíkingarnir fá nei, þeir fá hornspyrnu Þróttarar. Keflavíkur byrjar að hvetja liðið áfram. Og koma Þróttarar Keflvíkingarnir komið upp fyrir að það verður ekki snögg. Það eiginlega bara álítið láta af snöggu svona í Keflavíkur. Þá koma Keflvíkingar, Ari, hvað gerir Ari? Hann finnur Gibbs en sendingin of löng fyrir Gibbs og Keflvíkingar hafa vel að skora 49 mörk á þessu tímabili. Og það 50. má alveg koma. Það væri alveg óskíkjandi að fá 50. markið á þessu tímabili. Það má eiginlega segja það ef við tökum leikina sem við höfum spilað í bikarnum á þessu tímabili að við höfum skorað 56 mörk. 5 á móti 4
5 á móti hérna Birninum og 2 á móti Blikunum. Þá koma Keflvíkingarnir Kían James Williams að gera hann en hann missir boltan á langt frá sér og Þróttarar fá aukaspinnu. Þá koma Þróttarar ná upp og halda áfram að pressa en Keflvíkingarnir komast aftur og kemur Ari, finnur Rúnar sem virðist eiga nóg að táknum eftir. Hann tæklar en hann vill fá aukaspinnu en fær bara innkast. En ég kannski má til með að minna á það að íslenska kvennalandsliðið á leika morgun við Svía klukkan korter í 7. Dagur með skot en það fer rétt yfir markið. Sjálfsagt að reyna þetta hjá Degi en það kemur kannski næst. En já, stelpunnar okkar eiga leikum við Svía morgun klukkan korter í 7 en útsendingin byrjar 5:30 og okkar kona Svindís Jane Jónsdóttir í liðinu í hópnum og vonandi að hún fái tækifæri á morgun eftir góða frammistöðu á móti Lettum sem skorar 2 mörk. 17:50 á morgun byrjar útsendingin og leikurinn sjálfur byrjar korter í 7 á Stöð Sport. En þá koma Keflvíkingarnir, brotið á Johnny sem ekkert að gefa sig upp við hann. Drífur sig upp hérna á boltanum og lætur Davís fá hann og hann er tekinn og þá kemur Dagur. Hvað gerir Dagur? Hann finnur Kían. Kían er pressaður og bolti fyrir Dag og í hendur á Degi og Þróttar að fá aukaspinnu. Já, leikurinn klukkan... Ok, það skiptir ekki máli. Leikurinn byrjar klukkan 6 en þá kemur Dagur. Hvað gerir Dagur? Dagur með skoti og það fer fram hjá markinu og brot á Degi í skotinu og það er ekkert á þetta. Keflvíkingarnir eiga alveg góða 2 pluss uppbótartími til að henda í 1 mark í viðbót og koma deildarmörkunum upp í 50. Það er lásin í lýsti leik að ég er að gleyma hvað liðið og skora mörg. Þá koma Keflvíkingar. Þá koma Keflvíkingarnir og Kían tekur ekki boltann með sér. Kían kemur sér skotið og Læits ver þetta í horn. Gott skot frá Kían og munaði ekki miklu að næsta Joey Gibbs maður leiksins og á það bara fyllilega skilið og væri gaman að sjá kappaninn sigla þrennuna hérna og skora 50. markið okkar á þessu tímabili og hann er þá búinn að skora hvað? Já, hann er búinn að skora 21 af því marki. Þessi mikli markahrókur. Þá kemur sendingu fyrir markið en Þróttar að koma sér frá aftur á Rúnar sem tekur hann bara á kassan og sendir Þróttarinn í sumafrí. Sendir annað Þróttara og vinnur aðra hornspyrnu. Þróttarinn fór það illa, að Rúnar fór það illa með Þróttarinn að hann gæti allt eins bara að fara í gott sumafrí. Og kemur Rúnar með Rúnar rekur Ingimund í burtu og sending kemur fyrir markið og hún er reynda bara hornspyrnan það slök að hún fer bara aftur fyrir.
Markspila Þróttar og kemningarnir eiginlega Þróttar vilja eitt mark í viðbót en Lights vill bara eitt innkast í viðbót. Joggar hérna í rólegheitunum að það komi 90 mínútur á klukkuna og það einhverjar 2-3 mínútur í viðbót á þessu. Og þá kemur Rúnar með langt innkast. Magnús fyrirliði í boltanum en skallar hann bara í Rúnar sagði þetta verið óljós hofn en dómarnir ekkert að sama máli og Rúnar. Ef ég væri dómar þá var ég alltaf samla á Rúnari. En sem betur fer fyrir íslenska fótbolta ég ekki dómar og þá komar Þróttarar. Það gera það núna með Rúnar á hælunum og Magnús fleygir honum niður og fær vítaspyrnu. Það víti dæmt á Magnús fyrir að grýta líkamanum í Þróttarann og Þróttarar fá hennar vítaspyrnu og Sindri Kristinn nálægt í að verja síðustu vítaspyrnu á móti Fram. Vonandi að hann gleypi bara Þróttarann og þá kemur Rokko á vítapunktinn, hægt framhlaup og hann skorar á öryggi og Þróttarar ánægðir með þetta 4-2. Öruggt víti hjá honum. Það það yfirleitt þegar markmaðurinn fer ekki í sama horn og vítaspyrnan. Þróttar að leikmann númer 9, Isao Martínez. Þróttar staðfest að lenda 5-0 undir er bara að minnka í 4-2 og kefningarnir mega ekki fá þessu annan mark því þá gæti síðustu sekúndurnar þessa leiks orðið óþægilega fyrir mig hérna. Þá koma kefningar ættu bara að halda boltanum út leiktíma, það væri best því að gömul víta það að þú skorar ekki á meðan andstæðingurinn hefur boltan og Þróttar að skalla frá og fá kefningar hornspyrnu. Það bara þannig að þegar andstæðingurinn hefur ekki hitlið hefur boltan þá skorar hitt ekki með hann. Og Þróttar eru vantilega bara mjög sátti með sitt liðina móti sterkum kefningum og þá koma Þróttarar eða kefningarnir og sending fyrir markið og Lights þarf að blaka þessu yfir og það er undir hornspyrna. Það væri fínt að fá 5. markið hérna, sömu uppskota áðan. Rúnar sendir fyrir markið og Lights kýlir frá. Þróttarar fá boltan og þá flautar Guðmundur Ársæll til leiksloka. Leikur enda 4-2 fyrir Keflavík og Keflavík á toppnum og nú verðum við eiginlega að styðja Grindavík í kvöld og vonast til þess að þeir taki stig eða öll af frömmurum og Keflavík verða á toppnum þegar við mætum Vestra eftir 27. En annars heiti ég Konráð Ólar Eilsson og ég vil bara fyrir hönd Keflavík TV þakka fyrir mig og áfram Keflavík!